Heil og sæl. Nú ætlum við að fjalla aðeins boga og geira og þetta gæti verið nöfn á persónum en eru það ekki. Heldur þetta svæði sem að tengjast hringjum og skoðum það aðeins nánar. Við byrjum á að rifja upp nokkur hugtök og kannski koma með einhver ný. Hér erum við hring. Ok, þið vissu þetta. Þetta ætti þið líka að vita að radíus eða stundum geisli eftir hvort orðið er notað. Það er svo fjarlægð sem er frá miðju hrings og út í enda hans, einhvern punkt. Síðan er það sem er stundum kallað þvermál, eða kannski oftar en ekki kallað þvermál, að það er líka hægt að kalla það miðstreng. En er skilgreint þannig að það liggi á milli tveggja punkta einhvers staðar á hringnum, nema hvað að miðstrengur verður að fara í gegnum miðjuna. Og þess vegna er þetta sama og það sem við kallum þvermál. En það er nefnilega líka til nokkuð sem heitir strengur. Og það er sem sagt eiginlega eins og miðstrengur, nema þarf ekki að liggja í gegnum miðjuna. Strengur eru á milli einhverja tveggja punkta á hringnum, það gæti verið punktur hér og gæti verið punktur hér, og svo bara beint strik þar á milli, þá er ég komið með streng. En ef að hins vegar þessi strengur fer í gegnum miðjuna, hérna, þá kallast það eins og nafnið gefur til kynna miðstrengur. Og svo er það eins og heitin á kaflanum gefur til kynna, það er geiri eða hringgeiri. Það er á svæði sem er á milli tveggja geisla. Það er að segja að við erum með geislaða radíus hér og við erum með annan geislaða radíus hérna. Og svæði, þetta fjólubláa sem er þar á milli, að það kallast hringgeiri, eða stundum bara kallað geiri. Bogi er aftur á móti svæði sem er á jaðri hringsins, hluti af ummálinu, en eins og með geiran þá afmarkast hann líka af tveimur geislum. Þannig að annar geislinn nær hingað út og hann punktur hér á hringnum og hinn geislinn nær líka út og sker hringinn einhvers staðar og milli þessara tveggja punkta, hluti af ummáli alls hringsins, og þetta svæði kallast bogi. Og þá skulum við vinda okkur í það hvernig við reiknum stærðir á hring, geira og boga. Við ætlum að sýna ykkur tvær mjög svipaðar en kannski örlítið ólíkar leiðir til þess að gera þetta. Og byrjum á að skoða geiran eða hringgeiran. Til þess að reikna stærð flatarmál gula svæðisins hér sem kallast geiri eða hringgeiri, þá þurfum við eins og alltaf ef við ætlum að finna flatarmál hrings, við þurfum að vita hver radíus eða geislinn er. Í þessu tilviki er það 3. Og það sem við þurfum að vita allir viðbótar er hversu stórt er hornið á milli þessara tveggja geisla. Og það er gefið upp hérna og er þá 45 gráður. Þannig að við ætlum að finna þetta svæði hér sem er hluti af öllum hringnum. Og við getum byrjað að spyrja okkur hversu stór hluti af hringnum er þetta. Og þá getum við nota hornið og spurt hversu stór hluti eru 45 gráður af 360. Því að heill hringur er 360 gráður. Og þetta er bara prósentreglan, hluti, heild og prósenta, sá þríhyrningur. Það segir okkur að við erum með 45 gráða horn, að það er sem sagt 12,5% af heilum hring. Nú þetta getum við notað og fundið þá bara flatarmála heilum hring. Þetta svæði hér, gula svæðið, er þá einmitt 12,5% af flatarmáli alls hringsins. Þannig að ef við myndum finna flatarmála heilum hring, sem er radíus í öðruveldi sinni pi, hér þá 3 í öðruveldi sinni pi, að þetta er flatarmála heilum hring og nú ætla ég að finna 12,5% af því, sem þýðir að ég gera þá sinnum 0,125. Og þá er ég komin með flatarmál þessar hringgeira. Þannig að hér erum við að gera þetta í svona 2 skrefum, en það er líka hægt að skella þessu saman í einfaldari reglu sem að gera okkur kleift að reikna þetta í 1 skrefi. Og við þekkjum þessa reglu hér og til að finna flatarmál hrings, þá gerum við radíus í öðruveldi sinnum pi. Og það eina sem að bætist við er hornastærðin af 360. Og í síðasta dæmi þá er þetta það sem var að gefa okkur hérna 12,5%. Þannig að auðvitað getum við bara skellt þessu hérna beint inn, slegið þetta allt inn í vasareiknin í einu og þá fáum við svarið beint. Þannig að
þessi regla á að vera komin inn í kollina okkur alveg það vel að hún jafnvel farin að slá fæðivörun út. Og eina sem við þurfum að bæta við þetta aftast hornastærðin á 360 og þá þetta komin. Þannig að beitum þessari reglu á sama dæmi og finnum þetta núna í einu lagi. Og flatamál geirans þá radíus í öðruveldi, 3, sinnum pi, og svo bara beint margfalda það með 45 gráðum af 360 gráðum. Alltaf sláum ekki gráðumerkið inn, en getum slegið þetta öðru leyti inn í einu lagi og fáum þá að sjálfsögðu sama svar og áðan. Lítum þá næst á bogan og aftur ætla ég að sýna ykkur svona 2 leiðir sem eru mjög svipaðar og eiginlega eins og áðan. Það er að segja, nú ætlum við að finna svæði á jaðri hringsins sem á milli þessara 2 geisla. Svæði utanum eða yst á gula svæðinu. Og við getum byrjað að spyrja okkur 45 gráður, hvað það stór hluti af 360? Það er svo sem ekkert breyst milli glæra, þetta ennþá 12,5%. Sem þýðir að þessi bogi sem við erum að leita að hann þá 12,5% af ummáli alls hringsins. Þannig við getum byrjað að finna ummál hringsins sem eftir sem áður þvermál sinnum pi. Passið ykkur að það bara geislinn sem gefin í dæminu, þannig við þurfum að ákveða hvert þá þvermál hringsins ef að geislinn radíus 3. Og þá þvermál að sjálfsögðu 6, þannig við getum reiknað núna ummál alls hringsins og það 18,84. En að því við ætlum bara að finna þetta svæði hér, 12,5% af ummálinu, og þá reiknum við það einfaldlega með að gera sinnum 0,125 og fæ út að lengd bogans 2,36 cm. Nú alveg eins og með geiran þá hægt að skella þessu inn í eina formúlu. Og hún lítur þá svona út. Ummál ennþá þvermál sinnum pi og það eina sem að bætast við það sama og bættist við í hinni formúlunni. Hornastærðin af 360. Þannig að ef ég ætla að reikna þetta í einu lagi þá lítur þetta svona út. Þvermál sem 6 sinnum pi og svo sinnum 45 gráður af 360. Þetta slegið inn gefur okkur að sjálfsögðu sama svar og áðan. En núna vitið þið allt geira og boga og fáið þá að spreita ykkur á þannig dæmi. Takk fyrir mig.